föstudagsþættinum þá gaman að segja ykkur frá því að nýtt skip útgerðarfélags Akureyringa, Kaldbakur EA1, kemur til Akureyrar á morgun, laugardaginn 4. mars og leggst að bryggju við Úa klukkan 12:30 og það eru allir velkomnir borð til þess að skoða skipið milli 12 og 3 og svo verða kaffiveitingar í matsal Úa á sama tíma en þetta á að vera víst alveg feikna flott skip og ég verð að segja það að ég er svolítið spennt að sjá það. En næsta allar nemi við fjölmiðlafræðideild Háskólans á Akureyri, hann Aksenti Milicic, að taka við boltanum og ætlar að ræða við Sratan Tufičić yfir þjálfara Káa, en Káa er á leiðinni í úrvalsdeildina í knattspyrnu á næsta ári eftir langa og stranga bið. En þeir taka við sem sagt Artsi og Tufa. Eins og flesti vita komst Káa upp í úrvalsdeildinni í sumar en þar voru þeir síðast árið 2004. Ég er hér staddur með Srđan Tufičić, eða Tufa eins og hann er kallaður hér á Akureyri. Hann er þjálfari meistaraflokks karla. Sæll Tufa. Sæl Artsi. Hvernig líst þér á komandi fótboltasumar? Ég bara líst mjög vel. Ég fyrst allar að taka þér að vera að bjóða mér að koma hérna og taka smá vítal við mig sko. Og ég bara líst mjög vel, mjög spenntur og held bara allir leikmennir og stjórnarmennir stuðningsmenn veru bara klárir þegar sumar byrja. Nú unnu þið fyrstu deildina nokkuð samfærandi í fyrra. Getur þú sagt með þess hverju voru svona aðal ástæður þess þetta góða gengi? Já, við vinnum þetta bara samfærandi en þetta var kannski ekki alveg þannig að við bjóstum við að við ætlum að vinna þetta bara svona samfærandi en ég held að svona aðal ástæða til þess var að einhvern veginn svona var mikið svona samvinna hjá öllum sko og það var ekki þannig að 1 eða 2 leikmenn voru að klára þetta fyrir okkur eða ég eins og þjálfari. Það var svona mikið svona samvinna bæði þjálfarar, leikmenn, stjórnin og stuðningsmenn á endunum sem voru að hjálpa okkur mikið. Nú hafið þið spilað í Kjarnafæðimótinu og eruð þið í Lengjubikarnum eins og er. Hvernig finnst þér undirbúningurinn hafa gengið að sem af er? Hann svona gengur upp og niður. Ég bara verður að segja eins og er. Okkar plan varandi æfingar og bara allt sem eru að gera núna er í rauninni sko, við erum að halda okkar strik og leikmenn eru að gefa sér mikið í þetta sko en það er búin að vera smá meiðsli hjá okkur líka og svona eitthvað annan fyrir utan fótbolta sem var svolítið aðeins að trúbla og það er svona ekki alveg eins og ég vilja hafa sko en eins og segir sko, þetta er svona hluti á svona langum undirbúning tímabili og ég tel að, eins og segir, að við verum bara alveg klárir þegar mótið byrja sko. Hvernig líst þér á leikmannhópinn eins og hann er? Má búast kannski við frekari styrkingu þar? Ég bara líst mjög vel. Okkar aðalmarkmið var að halda okkar leikmannahóp frá í fyrra og við leggjum svona mikið power í þetta til að halda alla leikmenn, sérstaklega leikmenn sem voru ekki okkar, voru á láni hjá okkur eins og Gudman, Ásgeir og Alexander og fleiri sko og það tókst og við erum að fara í rauninni með mjög litla breytingar í næsta tímabil og hingað til vorum að fá hann Steindór Þorsteinsson og Kristoffer Pál frá leikni í Faskafjörði og svo erum við eitt vinstri bak núna hérna frá Serbíu, frá Svartfjallalandi sem er á reynslu, ég rigna með að við ætlum að semja við hann og svo erum að leita 1 til 2 leikmenn í viðbót en í rauninni markmið síðan ég tók við liði var alltaf þannig að þessi leikmenn verður að vera bara klárlega gæði munur til að við semja við það og svo bara sjáum til hvað verður fram á sumarinn sko. Eru þið komið einhver ákveðin markmið fyrir Pepsi-deildina? Já, ég meina markmið okkar er að ná svona stability í úrvalsdeildinni og við erum svona alveg að gefa grein fyrir okkur sjálfa að það verður töff, það verður erfitt að liðin sem var ekki 12 ári í Pepsi-deildinni í rauninni það eru ekki margir sem tekja hvernig þetta verður sko. Þetta er svona mikið stokk fyrir félagi svona almennt en markmið er að segja sko í þessi fyrstu 2 ára sem verður töff að við ná svona stability og það verður erfitt svona að segja nokkulega sæti hvernig það verður sko en það er svona eitthvað markmið og ef við gerum það sko þá eftir ég segi svona eftir 2 ár sko þá verður bara allt hægt að stefna hærra og elda kannski þessi Evrópasæti sem menn væri bara alveg til í. Nú komst þú til landsins árið 2006 sem leikmaður Káa þá. Hefur viðhorf þitt gagnvart karla og kvennaboltanum eitthvað breyst á þessum árum? Já, það breyst svolítið sko utan eins og þegar ég var í Serbíu þá var í rauninni ekki bóði mikið að stelpur verið í fútboltanum sko. Það var svona meira að gera grín að þessar stelpur sem eru í fútboltanum voru mjög fáar í því en síðan ég kom hérna ég byrjaði að þjálfa strax og þjálfaði bæði strákar og stelpur og í rauninni sko hérna er bara þetta bara alveg 50-50 sem ég bara líst mjög vel á. Það er rosalega gaman og þessi ár sem ég er búinn að þjálfa stelpur búinn að vera rosalega skemmtilega fyrir mig sko. Þannig að hvort finnst þér áhugaverðara að vera leikmaður eða þjálfari?
Það svona, ef ég bera þetta tvö saman, þetta bara eins og hvít og svart og í rauninni þegar þú leikmur þá þú bara hugsa bara sitt hlutverk og þú sjálfa sko til að vera klár og undirbúinn fyrir hlutverk sem tjálfari gefa þér en eins og tjálfari, þú að hugsa svona 25 manna hóp og 10 menn í stjórninni og ég veit ekki hvað marga 7-8 í tjálfarateiminu og hina í kring stuðningsmenn og alla sem koma nálægt og þetta miklu erfiðara og svona líka fyrir mig sem var mikið keppnismadur að reyna að vera kjör á bekknum og stýra leikinu getur ekki taka takt í sko en það samt líka margir kostur og ég bara í rauninni rosalega spenntur fyrir hverja æfingu sem ég að mæta að stýra og alla leiki. Hvar sérðu svona framtíðina í þjálfun? Einhver ákveðin markmið? Það alltaf markmið hjá mér og ég svona eins og bara þegar maður var fótboltamaður var alltaf svona með stóra markmið sem margir tókst og nokkrir ekki en markmið klárlega gera bara vel í Pepsi-deildinni með Káa og markmið líka vera bara atvinnumaður í tjálfunni, það bara alveg hreint. Svo ég spyrir það eins utan fótbolta, hver svona aðal munurinn á því að búa hérna á Íslandi og í Serbíu annars vegar? Það mikið munur og margir sem að tala við mig sko ofta að spyrja að svona bera einn saman svona líf eða lífstíll í Serbíu og hérna og ég svona segir að þetta svona eins og hvít og svart. Svona hérna svona frekar rólegar yfir mönnum og í samskiptunum og öllum sko hjá okkur í Serbíu svona lífin einhvern veginn aðeins hraðari, svona allt gerist miklu hraðar og svona miklu meira baráttu í öllu sko, hérna svona miklu meira ró og í rauninni bæði ég og mína fjölskylda vorum svona að ná fína balans í lífinu og líðum bara mjög vel hérna. Var eitthvað svona sem kom sérstaklega óvart með Ísland sem þú bjóst ekki við? Ég meina í byrjun það kom svona margt óvara en ég bara segi þér að ég búinn að gleyma þessa hluti sko. Í rauninni núna við að búa hérna bara eins og Íslandingar, samt að halda svona eitthvað okkar, ég veit ekki hvernig segja reglur eða hvernig að kalla þetta skilur sem ég og kona mín vorum alnir upp í Serbíu og við reynum að setja þetta á krakkana okkar líka og í rauninni að reyna að taka svona bestur bæði sko, bæði Íslandi og Serbíu og ég svona ánægður hvernig þetta gengur. Eitt að lokum, hverjum spáru Íslandsmeistaratitlinum á þessu ári? Held FH, þeir svona með sterkasta lið og svona vanir að vinna titla og svona gefa þeim svona aðeins meira forystu hinum liðum sko. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir þetta.